Komið sæl og blessuð, velkomin í Brittstátt samstöðarinnar. Hjá mér eru tveir góðir gestir, Matthías Imsland, framkvæmdastjóri Brittssambands Íslands og Magnús Eiður Magnússon, Brittskennari og landsliðsmaður. Verið þið velkomnir, strákar. Takk. Hvað segið þið gott í dag? Já, bara ansi gott. Þetta er bara búið að vera skemmtilegu tími núna síðustu vikur. Já. Landsliðið á fullri ferð bæði í opnaflokk og kvennaflokk. Búið sig fyrir Evrópumót. Og svo bikarkeppnin, það verður dregið núna eftir helgi og það þáttaka alveg gríðargóð, svoleiðis að við erum bara ansi jákvæðir þessa dagann og kjördæmamóti nýlokið á flúðum sem heppnaðist mjög vel. Akkurat. Það er margt að ræða. Það er margt að ræða, sko. Já. Maggi, hvað er að byrja? Ég var að byrja á ykkur landsliðsmönnum. Þeir eru náttúrulega það stór sér á ykkur. Þeir eru allir búin að vera svo duglegir í ræktinni að þeir eru að vera stinnir og grannir. Ég veit það nú ekki hvort að maður seint talin grannur, Björn, en við vorum sendir í World Class og við erum búin að vera þar í hittingi með einkaþjálfara. Spilar hann Britts, einkaþjálfarinn? Nei, hann var frænda sem spilar Britts. Okay. Það er alltaf einhver tenging, sko. En hann er harður. Hann vinnur í pústinu á okkur og gera mikið og svona. Vinnur hann í pústinu á okkur? Já, sem sagt ekki bara að lyfta, hann er líka að láta okkur gera svona erfiða hluti, íta frá okkur og reyna að fá upp þol og svona. Hann er með þetta greinlega, veit hvað hann er að gera. Já, ok. Frábært bara. Og hvað er liðið búið að missa mörg kíló síðan æfingar hófust? Ég held að þetta er svona frá 4 til 8 svona, myndi ég giska á hjá flestum. Þeir heldur að hafi mist mest. Kannski Birkið, hann var náttúrulega svo fitt, sko. Já, hann var nú bara í góðu formi fyrir. Já, hann þurfti ekkert að missa neitt. En má ræða það í sjónvarpi hver hafa mist mest? Ég held að sé Stefán frekar en Ómar. Já, ok. Það búið ansi mikið að veislum hjá mér í minni fjölskyldu. Miður. En maður hefur reynt að fara á hóvart í þær. Já, einmitt. En ekki það að ég vilji vera með einhverja fytufordóma eða hvetja fólk til þess að vera sem mjóast, en það er náttúrulega styrkurinn sem að skiptir rosa máli í þessu. Það hjálpa líka missa öll kíló, það hjálpa. Jú. Og allar rannsóknir sem sýna það að úthald að þarna skiptir mjög miklu máli að vera í góðu líkamlegu formi. Já, algjörlega, og það sem við sjáum líka þegar við erum að skoða árangur á Evrópumótum, við förum svona aftur í tíman og þetta eru náttúrulega mót sem eru spilað yfir mjög langan tíma. Já. Og ég man ekki hvað, er þetta ekki 10 dagar eitthvað svoleiðis sem er spilað? Jú, þetta eru svona 11-12 dagar í karlaflokknum og svona 7 í konuflokknum og eldri flokknum. Já, og það er semst þannig að þegar við skoðum þetta aftur í tíman að þá er það er þannig semst að íslenska liðið að stendur sig alltaf ver þegar líður á mótið heldur inn í upphæði mótsins. Já. Og þannig tengjum við nákvæmlega við þetta, þannig erum við að spila við atvinnumenn sem eru bara algjörlega vanir og kannski menn hafa ekki verið í nægilega góðu bara þá úthaldi bæði spilalega og andlega og líkanlega, og þetta er allt eitthvað sem við erum að vinna í að reyna að laga, sjá hvort það gangi núna þegar þetta spila saman. Og kannski sem þetta nefna líka eins og í kvennaflokknum sem er mjög áhugavert, að þar var endur ekki þannig á síðasta móti, en það er þannig ef liðið hefði spilað bara 14 leiki í staðinn fyrir 14 spil í staðinn fyrir 16 spil. Já, þá hefði það bara verið 7-8 sætum fyrir ofan. Ég man eftir þessum mótum, maður er að fylgjast með, maður er alltaf að rífressa, maður horfir á eitt leik og svo maður er alltaf í skorinu og svo þetta horfir sæmilega eftir 10-12 spil eða eitthvað svoleiðis og svo einmitt kemur skellurinn í lokaspilunum og maður verður alveg brjálaður. Maggi? Einmitt, það sem, eins og ég sé þetta, það sem við þurfum að gera í þessu er það að hafa pör í landsliðshóp og það er bara partur af því að í löngum undirbúning eins og Evrópumót er á 2 ára fresti að það sé bara konstant physical æfingar. Það er ekki bara svona rétt fyrir mót. Þetta er svona
kannski long term að spilarnir séu vel undirbúnir í það að spila þess að síðustu 2-3 daga því að þetta er svo rosalega erfitt. Þannig að þú ert sko ekkert núna tímabundið bara í rektinni, þú ert bara að breyta lífstíl. Þetta er bara vonandi að svona næstu 2-3 Evrópumót að við getum komið þessu í gang, að það verður kannski eitthvað sjóður sem að svo eru náttúrulega margt sem hægt er að gera sko, menn margir opinberir starfsmenn, við geta fengið styrki í rektina og svona, þetta þarf ekkert að kosta neitt mikið. En þetta er svona það sem að við kannski reynum að hamra aðeins á fyrir komandi tíma. Þetta er náttúrulega, við þurfum líka að sjá framtíðasýn sko, þetta má ekki bara vera þetta mót og svo er bara þetta mót búið og þá gerist ekki neitt næstu 18 mánuði. Þannig að það væri gaman að það er búin til svona kannski öflugur, kannski 4, 5, 6 para hópur og svo myndum við bara æfa svona frekar reglubundið og halda sér í að vera tilbúnir þegar mótstað kemur. Þetta er almennileg framtíðasýn. Sko, eitt sem er eftir í hug er að þegar maður spilar í mótum hér innanlands, þá sér maður einmitt svo mikinn getumun í lokmóta að óvönpör, þau sem að hafa varið mjög mikill orku í langt mót, það er mjög lítið eftir svona á rafgeiminum hjá þeim á 4. degi í síðustu spilunum og hérna sem er til marks sko hvað þetta reynir mikið á úthald og í rauninni hvað formið hjá hverjum og einum hefur mikið að segja. Ég er bara algjörlega en það sér maður það sko mjög margir spilarar sko hérna sko á svo löngum mótum sko, þeir eru kannski bara hérna grennast hansi mikið og léttast sko, Já, maður léttist helling á 3-4 daga breytsmóti. Já, þetta er bara svo mikið orka. Jú, það er bara oft bara 2-3 kíló. Já, það er nefnilega málið, það er bara 2-3 kíló. Ég heyrði einu sinni þegar þau varum heimsmeistarar að þá var einn í liðinu, hann Örn Arnþórsson. Já. Hann var nú ekki stór maður sko, hann var bara svona mjög fitt maður. En hann misti bara svona kannski 6-7 kíló einu móti sko. Pæliði sko. Er þetta útgöfunin bara út heila? Nei, þetta er bara, ég held að þetta sé bara svo, veistu, þessu svakalega orka sem fer í gang sko, þú ert bara þetta er bara sko, ég segir nú kannski ekki sé eins og hlaupa sko, en þetta er bara orkan sem fer í þetta, hún er bara miklu meiri heldur en fólk gerir sig grein fyrir. Finnur þú mikið fyrir adrenalíni þegar þú ert að spila? Já, það er svona misjafnt eftir hvað maður er að spila, kannski ekki eitt kvöld en svona þetta er. Ég held að það sé mjög gott. Ég held að sko breiddspilari sem er hættur að kveikja á eigin adrenalíni, hann er bara að hætta. Ég held reyndar sko að Bessi og Maggi séu svona með sko yfirvegaðir í spilurum sko. Já, það sem spyrir ég hana sko. Já, ég hugsa að séu aðrir sem eru svona meira svona adrenalín sko heldur en þeir sko. Ef þú hefði Birgir Þór Jónsson hérna þá var nú létt svar við þessu sko. Það fer upp hjá honum. Þetta er svo, við erum náttúrulega öll misjöfn. Þessi þáttur er tekinu upp á 5. mótni 3 dögum áður en hann er sýndur, kæru hlustendur og áhorfendur. Við Matthías Ímsland vorum að spila saman sumarbrits í gærkvöld og manstu mitt mót þegar Rúnar Einarsson fór að hlæja. Það var þetta mitt mót og byrjaði Rúnar Einarsson að hlæja og hann hló svo hátt að það heyrist upp í Breiðholt sko. Og ég sagði við Matta, ég myndi ekki vilja vera í andstöðinni með Rúnari núna og maður veit það að Rúnar er svona sko einn af þessum spilurum sem það er alveg rosalega gaman hjá honum þegar það gengur vel, en svo líka alveg bara svaka þjáning þegar það gengur illa. Og þetta er svona, maður vill eiginlega hafa brittspilarna svolítið svona, er það ekki? Jú, svona lífand. Og það kannski líka eins og við vorum í gerja, það er nú mjög gaman að því sko, þó árangurinn hafi nú ekki verið stórkostlegur sko, þá vorum við báðir svona reyna gera sniðu á hluti sem gengur nú sjaldnast upp en við höfum gaman að því. Við vorum að leika okkur. Já, maður það líka að leika sér. Leikið þið Bessi ykkur aldrei? Er þið alltaf bara serious? Já, þetta
þetta nú eitt sem við kannski höfum nú aðeins rætt sko, að reyna að létta þetta aðeins. Já, reyna að auka gleðina. Já, þetta þarf líka að vera gaman, en þetta svona, við svo ég segi sko, við erum öll svo misjöfn í þessu. Maður sér það sko Eru það hrósa hvor öðrum þegar gengur illa? Því að þá skiptir auðvitað mestum máli Já, það er maður fá hrós. en sko bara talandi sko Mango Bessa sko við sáum það í greiningunum sem voru gerð til dæmis eftir bæði undanúrslitin og úrslitin Íslandsmótinu að þeir voru svona sko þeir voru að skora jafnt í sögnum úrspili, vörn það var bara svona allt stabílt hjá þeim meðan sko þegar maður skoðaði önnur pör sko þá voru menn kannski Meiri já bara tröppugangur. Já bara mjög mikill sko svoleiðis að það er greinilegt sko Maggi og Bessi sko þeir eru bara Þéttastir. þeir eru þéttastir, þeir eru kannski ekki að skora þú veist, þeir eru kannski ekki pari sem situr inn sko þú þarft að vinna 100 impa þú veist, en það er bara þannig að þú getur alltaf treyst því þeir eru að spila en jafnasta bridge svoleiðis að og yfir lengri tíma þá verða þeir alltaf efstir Já. Sko kannski ágætt að rifja það upp fyrir ykkur að hérna það styttist í Evrópumótið, kæru hlustundur og áhorfendur í Ríga, er það ekki mánaðamótin júni-júlí? Jú, loki júni sem það byrjar. Það er mikið 25. eitthvað svoleiðis út og byrjar 27. eitthvað svoleiðis ekki, eitthvað kringu þessa daga. Já. Og við erum að senda út lið sem sagt í opnum flokki og kvennaflokki og fyrir líka senioralið. Já. Þannig að þetta er heilmikil útgerð og við höfum svona verið að gæla við það að hérna í opnum flokki þá getum við náð sæmilegum úrslitum, búið að vera hérna heilmikið prógram í gangi, eiginlega misserum saman til þess að svona reyna að undirbúa það og Magnús, þú ert að spila á Sigurbjörn Haraldsson og svo er það Birkir Jón Jónsson og Aðalsteinn Jörgensen sem eru hérna annað parið og þriðja parið Stefán Jóhansson og Ómar Olgersson. Já. Og fyrirliði Jón Hersir Eliasson. Við skulum hoppa yfir hinn tvö liðin líka svo við séum ekki alltaf með opna flokkina á stalli. Vilt þú segja okkur frá þeim, Matthías? Já, sko, það er þannig að sérst í kvennaflokknum að þá er María og Harpa gamalkunnugt par og svo eru Inda og Anna Heiða sem ungar mjög efnilegar sem er að fara og svo er þriðja pari sem var kallað inn núna svona á síðustu metrónum að það er Svanhildur og Dagbjörn og sérst, þær hafa ekki spilað saman lengi sérst, gekk mjög vel á Íslandsmóti kvenna, virkilega vel en er svona tildurulega nýtt par sko, þetta er svona lið sem maður horfir á og hérna sko og auðvitað vill maður sko að liðið sé að berjast að fara áfram en það er þannig sko að maður allan að vona það sko þarna sé eitthvað sem hægt sé að byggja á og þetta fyrir í reynslu bankan og sérstaklega þessi yngri pör sko verða betri og kannski meira tilbúin þá í framtíðinni. Já. Nú það er nóg til í reynslu bankanum hjá liðinu sem við sendum út í öldungaflokki eða senioraflokki. Já. Hver eru það? Sko, það er þannig að senioraflokkun sem Björn Eysteins svona heldur dálítið utan það. Já. Sest, það er þannig að breiddssambandið er að senda út lið í opnaflokknum og í kvennaflokknum. Breiddssambandið per se er ekki að senda hitt lið út sko. Ég skil. En hins vegar náttúrulega eru við að styðja við það. Einmitt. Svoleiðis að það er svona, þetta er kannski svona meira, það liggur kannski ekki alveg fyrir hvernig loka úrslit verður. Jú, það liggur fyrir sko og hérna það verður Björn og Guðmundur sem er nýhættur að vinna á mókanum Einar Guðjóns og spila við Þorlák og svo er þriðja parið það er sérst Páll Valdimarsson og Ragnar Magnússon sko þetta er þess vegna sá ég Pál hérna á landslýsæfingu í gærkvöld sennilega við varum að spila við þá á landslýsæfingu hann er komin heim þá frá Spáni þar sem hann hefur verið ég held hann sé bara núna sko undirbúsum undir móti sko ég held hann sé ennþá mikið úti sko þetta er náttúrulega sko þetta er gríðarstætt lið
Já. og þetta lið varð sko seniora liðið varð Norðurlandamestari á netinu bara fyrir nokkru mánuðum sko. Mjög flott mót já, svo lesa ég gæti alveg ímynda mér sko að þeir gætu blanda sér í svona algjörlega í toppárátuna sko já. Á góðan degi já, en það er náttúrulega svo svakalegu munur á öllum svona flokkum sko, til dæmis eins og í opnaflokknum þar sem við erum með sko kannski 4, 5, 6 lið sem eru svo bara gríðar sterk sem eru bara atvinnumenn út í eitt og bara á hæsta leveli og maður svona sér fyrir sér sko að það verði svona 5-6 af þessum liðum eru alltaf að fara áfram en síðan verða kannski 10 lið og þar á meðal Ísland sko að berjast hinn sætin Ég heyriði hvernig þú stillur þessu upp maður verður með svona mjúkar væntingar gagnvart kvennaliðinu enda ung pör í þjálfun og svona kom upp þar en það gæti orðið flottur árangur hjá öldungarliðinu okkar svona ef dagformið verður gott og Maggi, þú ert alveg þokkalega bjartsýnn í opnaflokknum, er það ekki? Jú. Já. Við vorum númer 17 fyrir 2 árum, sama lið. Já. Það verður gert betur í ár. Já. Ég er algjörlega viss það. Já, frábært. Og það er náttúrulega, sko, við erum náttúrulega búin að vera að spila núna æfingarleikjum. Já, mér langar einmitt að ræða þá aðeins. Gengi gríðarlega vel. Er það ekki bara? Jú. Hafið ekki tapað neina leika? Nei, það er bara búin að ganga alveg rosalega vel. Við erum búin að vera að spila við eins og til dæmis bara Dani, Skota, Ástrali, Holland. Danir, Skotar, Ástralir, Holland. Já, Danir eru í öðru sæti. Það var internetinu, já. Og svo var farið í æfingarferð núna til Hollands og hollendingar hafa náð sko mjög miklum árangri. Það voru Evrópmeistara fyrir 4 árum. Stefán Stefánsson sagði að þið eru að spila við varaliðið. Sem var, það er svona þegar mann haldaði þekkja nöfni sko, sem kannski spilu í 90 þá gerist hann oft í íþróttum það koma ný nöfn þannig að við vorum ekki að spila við varalið En sko hollendingar það er þannig sko þetta er mjög sterkt lið og það er sko það sem þeir njóta góðs af er sko það eru miklir fjármunir þar sem þeir geta nýtt í þjálfun og fleira. Fá þeir það frá ríkinu? Já, bæði það sko, svo eru þeir með sko sponsora og það er nú sérstaklega eitt sko sem mér skilst að hafi bara ert. Já, hann þeir eru búin að vera með alveg í 20 ár sko, einn gríðarlega sterkan sponsor sem er bara eitt ríkasti maður Hollands, eða var, hann er fallin frá. Mikil Brits áhuga maður. Já, og hann átti Brits klubb sem hann hafi bara búið til, Kastala sem hann átti. Það munar svona gæja. Já, og hann setti alveg gríðarlega og konan hans gerir enn. Og þannig að það eru bara allir á launum, liðsmenn landsliðsins og hann bara, þeir fá bara fókusa á þetta. Já. Sko, við þurfum eitthvað svona sugar daddy hérna. Já, við þurfum Björg og Tóru. En það náttúrulega er þannig sko, veist, það er náttúrulega eitt hollenskt par sem var að spila fyrir Sviss. En það er búið að kasta þeim út úr svissneska liðinu en þeir geta ekki farið að spila fyrir Holland alveg strax. Af því að náttúrulega bara reglurnar eru þannig að þú getur ekki verið að skipta þjóðerni hægri vinstri sko. En sko já, þetta er það var virkilega gaman að ég náði ekki að horfa á mjög mörg spil í þessum leik en það sem ég sá var gott og þetta var óbúslega langur leikur. Hvað spiluðu mörg spil við Hollendinga? Við spilum sko 20 leiki. Já. Þetta 2012 eða? Nei, við spilum 2 leiki hver leikur þannig að þetta eru 3 pör. Já. Þannig að það er eitt par sem að ber saman við 2 blöð. Já. Og þetta er kallað svona tvöfaldaborðið og það voru 10 þannig umferðir þannig að það voru 20 samanburðir og þetta voru 8 12-spilaleikir og 2 14 og eftir 6 umferðir voru við að tapa með 100 impum en síðustu 4 leikina unnu við þá voru 8 samanburðir eftir unnu við 130 eitthvað svoleiðis og við fórum í þýrít stöð. Hvað fannst þið ganga best? Við vorum góður í slemmum. Það getur haft áhrif sko, ef þú meldar mikið, eins og við erum að melda svo rosalega mikið undanfarið. Æfa mikið. Sagnirnar. Það hefur
mest áhrif á slemmur, myndi ég segja, og allslemmur. Já. Að æfa sagnir mikið. Já. Það kannski hjálpar ekki endilega í að vinna töff 3 grönd eða bana töff 3 gröndum, sko. En að fara í slemmur og svona, það það sem að þannig að það gekk mjög vel. Já. Líka vissu hjá hollendingunum, það voru þarna spil, eins og allslemmur og svona sem bara fjall, það var bara sama. En í staði fyrir að tapa á spilunum allavega, þá ég myndi segja það, svo þetta svona, þetta er kannski dálítið jöfnlið og dagsformið og þarna kannski eins og Maggi segir, þarna komin dálítið breyting, sko, þess að við höfum verið að tapa dálítið á þessum slemmum gríðarlega mikið og það búið að breytast þarna og það sem við sjáum til dæmis þegar við erum að greina okkar spilara eins og með Magga og Bessa og svona, þeir eru til dæmis í úrspili, þá eru þeir bara svo stabílir og það kannski verði ekkit sko svo mikla sveiflur þar sveiflurnar verða mikið í sögnunum svoleiðis að þegar menn eru búin að ná svona góðum tökum á því þá er þetta bara svo sterkt og svo stabílt og þegar menn eru farnir að skora svona þegar líður á mótið þá ég segi allan að fyrir mitt leiti sko, þá líður mitt aldrei vel með þær breytingar sko. Þetta allt svona maður vil ekki fyllast einhvern veginn ofur bjartsýni fyrir þetta en það margt jákvætt finnst manni sem svona einhvern veginn í kortónum. Ég man umræðu þetta sem hófst alveg kerfisbundið hjá Tóna, Antoni Haraldsinni sem skrifaði alveg doktorsritgerðir 5. sakstíð plus hjá Íslendingum, greindi mót aftur í tíman og einmitt komst að þeirri niðurstu, þetta svona kannski 2012-2014 sem að tímabili sem ég að vitna í og komst að því að við værum einmitt í svona þegar væri verið að keppa berjastunsagnir á 5. level eða var þá bara væru við langt undir bestu þjóðum. Og við erum algjör disaster þess að slemmurnar og svona að taka ákvarðanir hvort að maður fara anstæðanir að fórna að rökkva eða stökkva einmitt bara góð útskýring og þetta sko spilamennskan sjálf hefur kannski verið í lagi en svo hefur þetta bara einhvern veginn ekki verið gott þarna uppi á háu leveli og það bara eitthvað sem við náttúrulega erum að reyna að vinna í það gæti verið sálfræðilegt að einhverju leyti og mér langar aðeins að ræða sálfræðina við núna ekki sko stundum dettur mann í huga að þið mættu vera svona, taka ykkur aðeins meira pláss bara vera aðeins meiri svona boss Já, það er náttúrulega alveg rétt að þetta dálítið svona sjálfstraust íþrótt og þegar sko, eins og ég kannski veit ekki hvað við vorum búin að tala síðasta Evrópmót þegar þá vorum við náttúrulega bara rétt byrjaðir að spila saman aftur og maður að taka mikið inn og þegar þú ert ekki öruggur þá bara fór allt í köku sko. og það var bara með ólíkjöndum þegar fórum yfir móti hvað við spiluðum illa sko. Já, spiluður langt undir getur. Algjörlega, við tveir sko. Aðra ég kannski Bessi líka getur haft áhrif þegar Makker kannski ekki alveg on target en þetta þessi undirbúningu, við erum búin að vinna svo gríðarlega mikið á þessum 2 árum að ég á ekki vonaði að þetta gerist aftur, að maður verði svona bara farið svona út úr líkamannum og farið bara að spila eitthvað sem maður bara ekkert gert áður sko. Ég held að þetta er réttu megin Já, ég vonum það, ég er bjartsýnn á það. Ég held að eftir að verða geggjaðir en ég mæli bara líka með þegar komið í keppni við þessa fanta sem eru náttúrulega bara berjast upp úr líf og dauða og það eina sem hugsa árangur og það skiptir rosalega máli bara að vera með pung og engan högstað og aldrei hræddir og reyna náttúrulega að pirra það og reyna að fipa það með löglegum hætti eins og hægt Ég held að þessi 3 pör hafi það alveg. Það ekki? Svo Birkir og Alli, þeir fara mjög langt á því og Steppi Ómar, það svona bara geggjað. Já, það skiptir allt máli. En talandi um þetta sko að þetta eitt af því sem ég tók upp við landsliðsfyrirliðan að erlendir keppnistjórar sem hafa verið á þessum Evrópumótum og Norðurlandamótum hafa sagt við mig að Íslendingar við erum minna að kvarta yfir andstöðunni heldur andstæðan hvort okkur sem því það sko við erum svona og góðir við þá
við erum og góði við það sko. Þetta var svona, ég er búin að fá þetta frá 2 keppnistjórum sko, og líka það sko að þegar að verið að kalla keppnistjóra að við séum alltaf harðari við borðið sko, bara nei herðu, þetta er bara augljóst að hérna átti ég sögg sko. Og bara svona að vera duglegur að leita réttarsins. Já, og líka láta bara þá sem eru ykkur sem ætla að reyna að vera með axlabund og belta mót okkur sko, að láta þá bara svona herðu nei því svona svara fyrir sitt aldrei sko. Sko ef hérna andstæðingur minn á móti sem skiptir mjög miklu máli kallar á keppnistjóra og keppnistjóri kemur úrskurðar mér þannig séð í hag, kemst ekki að því að ég hafi gert neitt að mér en atviki varð eiga síður. Ætli sé líklegt að maður finni aðeins fyrir því, ætli maður spili aðeins verr í næsta spili, þú veist, þarna erum við að tala um sko einhver siðleg mörk af því að í rauninni þá það aldrei þannig að einhver geti kallað á keppnistjóra og hann fái vítur fyrir að hafa kallað á keppnistjóran. Það ekki rétt skiljað mér? Þetta ekki svona á Evrópumótum sko, það sem er búið að gera núna með að spila með iPada að öll svona kannski sem var kannski það versta við bridge var bara þegar menn voru að taka sér umhugsun og melda á það var sem var að gerast. Nú er búið að taka það allt saman út því að talvan sér bara hvað allir hugsa lengi þannig að það er bara aldrei neitt issue lengur, bara keppnistjóri spyrði ekki eins og hvað þú hugsaði lengi það hefði bara komað og þú varst 35 sekundur og bara dæma og það þú heldur alltaf sko, þegar þú næri keppnistjóra svo Evrópumóti, það aldrei tekið upp fyrir eftir leik og þú bara heldur áfram að spila sko. Þetta aldrei neitt issue að vera einhver leiðindi við borðið eða neitt eins og kannski gerist í klubbum hérna heima. Ég held samt sem áður að þetta hafi alltaf áhrif. Já, mann finnst það nú. Þú veist, þetta náttúrulega menn ekki vélmenni sko, þetta hefur alveg áhrif og það sem við til dæmis lendum í á Evrópumótinu síðast þá var landsliðsfyrirliðinn okkar þar að hann var mjög reiður varðandi svona úrskurði sem fjallu gegn okkur. Já, svona 50-50 úrskurðir sem hefur tilhneigingu til þess að fara gegn okkur. Já, sko, svo lesa að þetta er allavega eitthvað sko, þú veist, hik í bridge getur alveg verið eðlilegt eða átt fyrir hikinu sko, eða átt fyrir sögninni og það eru bara svo margir sko hérna af þessum kannski bestu spilurum eða allan sumir að þú veist það kemur kannski hik og það koma 4 spaðir yfir 4 hjörtum og þá kannski menn að vera með hérna svona tryggja sig kannski með að dobla en vera búin að kalla á keppnistjóra tryggja sko að það fer illa að þá græður á doblunu hjá anstöðunni eða fer vel hjá anstöðunni að þá farið breytingu á sögnum sko, svo lesa það eru svo margir sko sem eru að hugsa þetta sko, svo lesa við þurfum að passa okkur alveg þegar það eru löndi eru misjöfn, spilarar eru misjafnir og þetta er bara eitthvað sem þarf að hafa í huga. Er dólgurinn hluti af leiknum? Það gild spurning. Ég líti ekki svona á þess og þitt þetta er eitthvað sem ég ekki alveg að ná en maður fer bara og reynir bara að vera rólegur og spila og gera sitt besta og það eru allir almennilegi borðið og svona þótt að sé svona mót sko. Þetta kannski einstaka sinnur lent í einhverju rugli sko en þetta bara það sem ég get sagt til dæmis eins og með Íslandsmótin hérna heima að það er mjög áhugavert að skoða greininguna sérst á imbaskorum hérna til dæmis það þannig að Maggi og Bessi að þeir eru ekki að skora mikið að impum á mistökum andstæðingana meðan það eru önnur pör sem að skora mjög mikið á mistökum andstæðingana og þetta, ef maður sér þetta í mörgum mótum í röð þá það einhver ástæða sko. Menn eitthvað hræddari eða líður eitthvað verið að þeir eitthvað í sögnum að þeir eru meira íta það einhver ástæða fyrir því að það eru sömu pörin sem græða mest á mistökum andstæðingana. Það svona pör sem að rífa í sig bráðina þegar dádýrið fellur og
eru einhvern veginn með lag á því. Já, þetta líka allt eitthvað svona, þú veist, hversu mikið sample size þarf maður til þess að greina svona hluti, þú veist, eru 1000 spil nóg, eða þarftu 10 spil til þess að þetta allt rosalega erfitt að ákveða, sko, þetta getur verið þetta árið og svo kemur næsta ár og anstæðan bullar og gefur 11 kallar hægra og vinstri, svo erfitt að ríja í þetta 100%, en það er mjög gaman að sem örvar að gera, að taka þetta allt svona saman og getur maður kannski séð hvað maður getur bætt sig og svona. Og þetta er alltaf að vera betur og betur í þessi greiningatæki, til dæmis eins og Love Bridge sem í raun og veru það sem meldað á þessum Evrópumótum. Það hægt að kaupa aðgang, það sem hægt að greina til dæmis eins og Evrópumótið, það hægt að greina það alveg í örendir. Svoleiðis að það er mjög skemmtilegt orðið að hvað mikið hægt að greina og skoða. Við sáum þarna í mótun í Póllandi fyrir ári. Það var svona opið Evrópumót, einn af okkar meðlumum í Grant Thornton, Stefán Stefánsson. Hann var með statistík efstur, held ég, að öllum í mótun, hann spilaði flesta samninga. Já. Og það er ekki óvænt við sem að þekkjum hann. Nei, það er ekki óvænt. Þannig að þú sér það, sko, það var góður í því. Já. Þetta eru skemmtilega pælingar, ég veit ekkert hvort það kemur neitt gáleitt út úr en það er gaman að hugsa upp átum þetta, sko. Þetta er hluti af leiknum. Já, og svo kannski eftir 5-6 ár, þá er þetta komið kannski ennþá betri analýsering og þá bara veit maður, eins og Matti var að tala um að þetta par þarf að gera meira þessu og svona. En þetta er kannski aðeins meira svona í vakkjum, þá þarf að skoða mikið, ekki bara 1 ár eða eitthvað. Það sem ég kannski líka nefni í þessu samhengi, sko, að því þú veist, bestu sveitirnir hérna í gegnum tíðina, eða svona allan undanförnu, sko, það er náttúrulega, það sér maður það, sko, að til dæmis samningar sem þeir eiga að standa þá. Meðan til dæmis ég nefni bara með mig sjálfan, að ég er kannski að fara niður á 2-3 spilum sem ég á að standa yfir svona mót og þú veist, ég er kannski þá að gefa út 30-40 impa og ef allir í sveitinu minn að gefa út 30-40 impa þá er bara komin annar mikill munur. Svoleiðis að þetta hefur við kannski verið svona kannski stór munur á þessum bestu sveitum og okkur svona sem erum hérna í miðjunni. Og svo þegar þetta bætist eins og margir að tala um núna, sko, þegar sagnirnir er að verða betri og betri og mennur orðnir öruggari og farnir að ná þessum slemmunum, sko, þá er þeir bara orðnir, sko, ég myndi ekki leggja í að spila við þessa menn í dag, sko, að ég hugsa að það er bara eitthvað afhróð þeir eru bara orðnir það góði núna. En sko, Magnús, mér langar aðeins að ræða við þig svona í ljósi þess hvað hefur gengið vel í þessum æfingarleikjum undanfarið að eykst ekki sjálfstraustið og batnar ekki mórallin í liðinu? Það er bara frábær mórall í liðinu, sko. Það ekki? Jú. Mjög gaman á þessum æfingum. Já, frábært. Göntust mikið og svona. Gerum grína hver öðrum og svona. Það er svo á að gerast. Magnað, sko. Og að þetta er svo mikið svona langtíma verkefni þá dettur manni í huga að það verði betur að útkoman gæti orðið betri heldur en núna töluvert skeið af því er það ekki rétt skilið hjá mér, var þetta ekki svolítið svona bara snöggsoðið hérna stundum áður? Jú, sko, það náttúrulega er allavega hana. Það er núna náttúrulega, sko, þetta er hluti af þessu plani, þessu náttúrulega Einar kemur inn og er að hjálpa tilvarandi fjármögnun á þessum hlutum. Já. Og það var gert 5 ára plan sem menn eru að fylgja og sem átti að enda núna, sko, og átti að toppa núna í Lettlandi og sko, svo allar menn bara að skoða framhaldið. Ég meina, sko, auðvitað var þetta svona kannski áður fyrir að einhverju leyti en það er náttúrulega, sko, allt utanumhald og allur kostnaður og allt svona er bara, það er svo svakalega mikið, þú veist, það að vera með 6 menn hjá engaþjálfara og vera með, þú veist, allt, sko, vera menn fara út í æfingaferðir og allt og borga dýr keppnisgjöld og eitthvað svoleiðis, að þetta er ekkert hægt á þess að vera með svona öflugan sponsor með. Nei. Svoleiðis að það að sé hægt að lengi lifi Einar Guðjónsson. Já, bara heldur betur, sko. Ég meina, þetta munar bara svo, þetta munar um öllu. Veist, ég meina, ef brittsambandið, sko, ef við værum einhvern veginn að reyna að gera þetta, við gætum ekki verið að fá einn svefnráðgjafa og næringaráðgjafa og
eins og ég segir sko vera með hópa á fólki í engaþjálfun sko, þetta við höfum bara eitthvað burð í það sko. Nei. Ég get bætt á þetta að fyrir svona 5 árum þá var ég á fundi með Einari og Jóni og þá var þetta alltaf markmiðið. Þá var þetta mót núna sem að fara á stað. Þetta mót fyrir 2 árum, það var ekkert hugsað það að við ættum eitthvað að toppa þar. Við varum alltaf með það markmið að reyna að gera þetta svona hægt og vinna þetta upp og móti núna 2026 að fá góðan árangur og það líka mikilvægt ábyggilega svo fyrir Einar að sjá að þetta sé eitthvað að ganga hjá okkur þannig að við hafum smá pressa á okkur að standa okkur vel. Þú ert þannig Jón Baldursson heitinn. Jón Baldursson okkar besta bridgespilara fyrir og síðar. Hann svona góðsögn okkar allra. Og ég get bara lagt í púkið, ég man vel eftir þessu þegar Jón ráðinn landsliðsfyrirliði. Landsliðs Einvaldur og Einar kemur inn í spilið. Ég tók viðtal við hann fyrir Fréttablaðið. Hann myndist á óreglu. Já, það var rétt líka á sem fundi og það var margt lært. Og ég setti það í fyrirsögn og það voru ansi margir sem sendu mér kvösskeiti innan Bridgesambandsins og spurðu mig hvort ég héldi að ég var að gera Bridge-hreyfingunni greiða með þessari fyrirsögn. En mér fannst bara, fréttamat mitt var bara slíkt að þegar Jón sjálfur sá ástæðu til þess að leggja áherslu á þetta, þá væru þetta varnaðarorð sem yrðu bara að blikka með appelsínugulu letri sko. Og það ekki bara tilfellið að eftir að hann minnst á þetta þá hefur bara orðið kúvending í þessum málum til þess betra. Sko, jú, en það kannski þeir spilarar sem eru í landsliðinu eru náttúrulega undirgangast í raun og veru ákveðnar reglur og þetta meðal annars hluta því og menn sem hafa metnað til að standa sig í ykkur geta náttúrulega ekki verið í ykkur óreglu það bara fer ekki saman nei. Og það til dæmis eins og í bæði siðareglunum okkar í Bridgesambandinu og reglunum varðandi landsliði þá þetta alveg skýrt jú. Og ég held líka sko ef við horfum til dæmis brá liðið sem varð heimsmeistari þá tóku þeir bara ákvörðun það löngu fyrir mót að þeir bara hættu fá sér kannski bjór með að horfa okkur fótboltaleika eða eitthvað þeir hættu því bara og það var bara sko algjör af eitrun bara bara ég man ekki Guðmundur Páll sagði mér þetta eitthvað tíma hvort það var 12 eða 14 eða 12 mánuðum fyrir mót sko, þá var bara tekin ákvörðun það nú þetta bara búið En sko nú ég ekki bara að ráðast á spilara í hugaríþrótt sem fær sér í glas og mikil leikja kannski á vondum degi ég ekki bara einhliða að ráðast á hann ég skil þetta alveg þú veist, ég skil alveg spennuna ég skil alveg ábyrðina ég skil alveg að sumir fá sér bara einhverja töflur skilru aðri fá sér í glas þetta náttúrulega alveg rosaleg spenna og mér fannst engin ástæða til þess að sko vera að sparka í þá sem að hafa misnútað áfengi það bara að benda á að þetta mun aldrei bæta árangur þeirra sem að keppa í bridge Nei, þetta ekkert sem eins og til umræðu hjá okkur sko það bara En það var svolítið eftir þessi orðans sem að fannst mér Já sko, þetta kannski bara hluti Já, þetta kannski bara hluti af því sko þegar það farið í þetta prógram sem kannski Jón og Einar störtuðu þarna sérst fyrir 5 árum að þú veist þegar að vera að leggja svona mikið í þetta þú veist þá kannski þetta bara svona ennþá skýrar svoleiðis að þetta væri bara svo mikil vanvirðing sko spilarana þegar eða væri eitthvað svona vandamál sem náttúrulega bara ekki það væri bara svo mikil vanvirðing sko gagnvart öllu því sem verið að leggja á sig fyrir þá sko núna Bridgesambandið ekki bara hluti líka einhverjum ESC-reglum þar sem að það bara hreinlega ósiðlegt eða bara brottfarar sök það ekki að sko við erum bara eins og ef við verum að senda út einhvern hástökkvar að hann geti ekkert fengið sér í glas rétt að hann myndi reyna að stökka yfir rána Já sko við erum undir Nei sko við erum ekki við erum kannski ekki við erum ekki hlutað í sí Nei við erum ekki hlutað í sí eins og erum við með sko ýmsar reglur
sem eru sambærilegar og þeir eru með sko, við erum með reglur samskiptafulltrúa og við erum með reglur jafnréttismál og svo náttúrulega erum við bara með siðareglur sko varðandi landslýsmál. Já, og þær eru skýrar. Þær eru mjög skýrar og ég hugsa þetta sé mjög sambærilegt og kannski í flestum öðrum greinum í ESI sko á varðandi okkar áherslur. En þetta var eitt af því sem Jón nefndi og ég tek undir það, hann nefndi sannlega þetta ár 2026, ég man eftir því 5 ára plan og svo verður gaman að sjá hvort þetta gengur eftir og ég hef nú sagt það líka við megum samt ekki setja allt og mikla pressu á þessu stráka sko, við verðum að halda vel utan þá og bara við megum alveg vera hóliða bjartsýn að það gengur vel, það er frábært en við skulum nú ekki sko ráðast með vígtenninar og býta það á barkan ef það gengur ekki alveg vel eins og við hefum viljað að það gengi sko. Þá það bara stefn á 2028. Já, þá er bara næsta mót og þetta skila sér allt bara betur kringu það. Akkurat sko, standa með þessum liðum sem við sendum út, þetta er bara gríðarlega veisla framöndan, ótrúlega gaman að fylgjast með þessum mótum og bara vel gert að hafa náð svona vel utanum þetta Magnús og félagar og Mattías og Einar Guðjónsson og allir þeir sem hafa komið að rétt í lokin þú myndist á bikarkeppnina Maggi. Já, það er bara fínasta skráning. Já, sem sagt við erum komið með allavega 2 sveitir meira enn í fyrra. Já. Og kannski, það eru ennþá einhverju dagar, vísu þegar þetta verður byrt, þá verður þetta nú lokið, eða ekki? Svona. Þetta er byrt á sunnudegi. Já. Menn hafa tækifæri sko til kvölds á sunnudegi, svo lesa það en það gæti komið, kannski 1-2 sveitir enn. Við erum í loftinu klukkan 5 á sunnudegi. Þeir sem var að fylgjast með okkur í streyminu núna, þeir hafa tækifæri. Þeir hafa tækifæri. Til að skrá sig. Til miðnættis. Ef við náum 3-4 sveitum á hverju ári, þá verður komið 64 úrslit eftir svona 10-12 ár, þannig að það verður gaman. Það er góð skráning í, sem sagt, bikarkeppnina. Það er góð skráning í sumarbrits, sem er frábært. Við umbröðum aðeins á kjördæmamótinu, sem var alveg rosalega vel heppnað á Flúðum. Hvað er hátt í 200 spilarar þarna, bara upp í miðju Íslandi að skemmta sér. Já, 10 sveitir og 4 í hverju, það er 40, Þetta er svo skemmtilegt sko með kjördæmamóti sko fyrir þá sem ekki þekkja, þá er þetta gömlu kjördæmin pluss Færeyjar, af því við erum í svo góðu samstarfi við Færeyingana og brittsambandið íslenska og færeyska sko, við tölum saman oft í viku og þetta er mikill vinskapur þarna og þeir Færeyingar spila sem eitt kjördæmi og svo að því það eru gera þá 9 samtals að þá voru sunnlendingar með 2 sveitir og þegar ég segi 2 sveitir þá er það sko 8 sveitir vegna þess að það eru 4 sveitir í hverju liði sko. Svoleiðis að þetta hefnaði svakalega vel. Hefnaðist rosa vel. Og þeir eiga ótrúlega gaman. Já, þeir eiga heiðurskili sunnlendingar sem héldu þetta núna og sérstaklega þeir frá Flúðum alveg frábært lið sko. Svoleiðis að þetta hefnaðist mjög vel og var ótrúlega gaman. Já, tek undir það. Við vorum í sama liði við Maggi, spilaðum 2 leiki saman. Ég spilaði þetta núna í fyrsta sinn síðan 2005. Já, var það. Og heyrðu, það var rosalega gaman. Einmitt, rosalega gaman. Ég ætla að segja þér eitt sko, að loksins var ég í sveit með Magga og ég hugsaði með mér, nú verður þú að standa þér rosalega vel Bjössi minni, því að nú ert ég í sveit með Magga og Bessa. Þetta er bara heila 2 lélegustu leikir sem ég hef átt. Svona er þetta. Spila með súpustjörnum, ræður ekki við pressum. Já, þú ert nú dálítið harður á sjálfa. Í fyrri leiknum áttu við ekkert sestat heldur, þannig að þetta var ekkert bara þú. En þetta var mjög sko áhugavert. Þetta móta því leiti til sko að þegar maður horfði á spilarana fyrir mótið sko, þá bjóst ég ekki endilega við að Norrland Eystra myndi vinna. Nei, ég sammála, ég held við erum í 3. sæti. Já, en síðan sér maður það sko þegar með Norrland Eystra, liðið var bara svo þétt á öllum borðum. Já. Og í lokin þegar maður skoðaði böllin eða sérst árangur parana, að þá voru bara pörin á öllum borðum hjá Norrland Eystra meðal efstu para. Það var lengin í mínu sko. Nei. Sko seinni daginn, þá unnum við 14 leiki af 16. Já, það var rosalegt. Og einn tappaðist með bara einhverjum 5 impum. Þannig að það var ekkert smára þessu rönn þarna setni dag, það bara unnu allir leikir sko. Svakalegt rönn sko. Við vorum ekki þarna, vorum ekki bara í 3. sæti til 4. daginn. Ég held það. En ég var samt bjartsýnn því að ég sko sá það að við vorum búnir með erfiðari sveitirnar. Já, það var erfiðari byrjun, kannski. Já. En svo er það oft á tíðum á þessum kjördæmamótum sko,
allan að fyrir okkur sem erum ekki jafn góðir sko, að maður getur aldrei sagt fyrirfram sko, maður getur spilað sem besta breyts á móti ykkur góðum og staðið sér vel og svo næsta endur á móti ykkur sveit sem þér finnst þú eigir að vinna og þá bara tapar þeim leik sko. Já. Hver oft hefur maður ekki lent í því. En strákar, það er frábært að fá ykkur eitt í lokin. Matthías, verður úrvalsdeildin í Bridge í sjónvarpi Símans undir rafíþróttum næsta vetur? Það eru alla líkur á því. Það er þannig að við erum núna í viðræðum við rafíþróttasambandið og það eru alla líkur á því. Ok, og þannig að þessi súperstjarna þarna sem var til sem sjónvarpsmaður í fyrra heldur kannski áfram að greina fyrir okkur spilin í beinni. Já, það er þannig skvist og það sem var kannski líka gaman eins og með úrvalsdeildina sko, það sem við vorum með mikið áhorf og mun meira áhorf heldur kannski við byggumst við og kannski það sem fólk þarf að átta sig á tilgangur með þessu að við viljum breyka í raun og veru sko þann hóp sem við náum til að kynna bridgeið og auka áhuga og svo framvegis svo leiðis að við erum ekki aðeins sko til þess að greina í öryndir svona einstaka hluti sko sem fyrir topp 2% spilarana við erum að gera þetta til að auka áhugan á bridge yfir höfuð. Það finnst mér hafa heppnast mjög vel. Það finnst mér líka. Og við heyrum að því að fólk sem hefur ekki spilað lengi komin í einhverja heimaklúbba það er ólíklegasta fólk sem að stoppa mig í búðinni eða eitthvað slíkt og segja sko, ég lærði bridge hérna fyrir 20 árum og nú erum við byrjað að spila heima og maður bara, já, frábært. Svolítið að við sjáum alveg að þetta er að virka þetta er greinlega miðill og form sem er eitthvað sem er svirði að halda áfram með alltaf má bæta við og laga en þetta er náttúrulega sko við erum að halda þessu upp á mjög fáum einstaklingum ég meina Anna Gulla er búin að vera svo dýrmætt varandi tæknimálin nú búið að sparka henni upp í forsetastöðuna já, nú búið að sparka henni upp sko hún mætir ekki tæknimálin aftur hún er forsetir hún er sko ótrúlega jákvæð manneskja sko hún er svoleiðis að en án hennar væri þetta bara mjög erfitt sko að því til dæmis sko það að halda utan svona stúdíó sko við erum að mæta þarna mörgum tímum fyrr til að setja þetta upp og setja upp kamerurnar rífa niður leikmynd, rigga upp nýri leikmynd einmitt, setja upp kamerurnar þetta eru miljón smáatriði og svo fórst bara, þetta er fólk áttar sig ekki að því hvað mikil vinna við þetta nei, ég veit það, en þetta er ótrúlega flott framtak og að því þú ert að segja fólk sem fara að stoppa þig í búðinni þá ég er svo glaður að loksins gerðist það í Vesturbæjarlaug í vikunni að það kom til mín ungur maður og þakkaði mig fyrir bridgestálkin í Bændablaðinu. Það gerist nú ekki á hverjum degi, sérstaklega ekki í ungu fólki. Nei. Og það sem var alltaf skemmtilegt við það var það konan hans var með honum og hún sagði, hann les bridgestálkiðin alltaf fyrir mig upphátt á kvöldin í rúminu og ég spila ekki bridge. en ég hugsaði með mér, okay, kannski er bara bridge hægt og rólega að verða svona hipp og cool kannski er þetta bara umræðuefni og eitthvað sem fólk er að tala bara miklu víðar heldur en kannski hefur verið við sjáum það allavega á öllu sem sko við erum að gera eins og þú nefnir sko með bridge-stálkin bæði í Bændablaðinu og í Mogganum og svo varandi úrvalsdeildina við sjáum alveg að þetta er ótrúlega mikill áhugi og það bendir til þess að það sé nú svona dálítið stór markaðar að núti sko. Og einhvern tímann á bridgestátt samstöðurinnar horfðu 20.000 á einn þátt. Ég bara, En kæru félagar, Matthías Heimsland og Magnús Magnússon, frábært að fá ykkur í heimsókn eins og alltaf og bara áfram veginn Magnús og bestu kveðjur til félaga þinna í landsliðinu. Ég skal skera því. Er það ekki? Jú. Og við sendum hlýjar óskir og við munum halda áfram að vera hér svona kannski jafnaði átveikja vegna fresti og fáum þá helstu fréttir. Ég er bjartsýnn sko.
ég held að þetta sé Þýðir ekkert annað, við erum bara bjartsýn. og bara, þú veist, ótrúlega flottur árangur í þessum leikjum, sko. Það er svona, bara þessi landsleikir, það er hérna, Það er einhvern veginn svona, maður finnur að maður svona, það er einhvern veginn svona margt jákvætt sem jákvæð teikn á lofti, það er bara vonandi að sé það ræti síðan úr því. einmitt, engin spurning, en hérna, kæra þekki til ykkar og kæra þekki til ykkar hlustendur og áhörvendur, við segjum þetta gott, sláum botnin í brittsþátt samstöðurinnar þennan ágæta sunnudag, ég heiti Björn Þorláks, verðið mér aftur eftir 2 vikur, verið sæl.